eyjuna nú í sumar. Sagt að þrennt í íslenskri náttúru sé óteljandi, hólar í Vatnsdal, vötn á Tvítagru og eyjar á Breiðafirði. Þrátt fyrir loftmyndir og aðra tækni nútímans hefur enn ekki tekist að telja eyjar Breiðafjarðar, enda erfitt vik því hvergi meiri munur á flóði og fjöru en hér, 4 til 5 metrar stórstraum, og þúsundir skerja og smá eyja sem standa upp úr á fjöru fara á kaf á flóðinu. Samt talið að eyjar Breiðafjarðar séu hátt á 3000 og þær tilheyra 3 sýslum, Snæfellsnessýslu, Dalasýslu og Barðastrandasýslu. Áður fyrr voru milli 60 og 70 eyjar í byggð, en nú aðeins búið í Flatey. Flatey stærst vestureyja, en þær eru norðarlega í Breiðafirði og heyra undir Barðastrandasýslu. Þar eru 600 grasi vaxnar eyjar og voru 7 þeirra í byggð. Vestureyjar mynduðu sjálfstætt sveitarfélag, Flateyjarhrepp, sem lengi var blómlegt byggðarlag. 1700 voru íbúar 300, en síðustu aldamót 400. Þeim fækkaði síðan ört og nú eru 2 býli í Flatey. En það með gamla eyjamenn eins og fuglana að þeir flykkjast á fornar slóðir á sumrin. Silfurgarðurinn heitir mikið mannvirki sem Guðmundur Skeving lét hlaða 1830 og greiddi verkamönnum sínum laun í silfri. Þar gott smábátalagi á Grýluvoginum fyrir innan garðinn. Þjóðverjar og hollendingar versluðu í Flatey fyrir daga einokunar 1602 og lengur, en þá fluttist verslunin úr eynni. Verslun var aftur komið á 1777 og þá hófst hinn raunverulegi blómatími Flateyjar. Mörg gömul og sögufræg hús standa enn í Flatey og minna á uppgangstíma eyjarinnar. Elst þeirra svokallað félagshús sem raunar eru 2 hús sambyggð. Árið 1833 var stofnað Flateyjar framfarafélag sem stóð fyrir mikilli menningarvakningu, þar á meðal útgáfu tímarits, búnaðarskóla og almennri uppfræðslu. Húsin í Flatey hafa mörg verið endurbyggð á síðari árum og eru notuð af eigendur sínum til sumardvalar.
Klaustur var stofnað í Flatey árið 1172 en það var flutt að Helgafelli 12 árum síðar. En kirkja hefur ávallt verið í eynni. Flatey viti stendur á Stuðlabergshólma sem Klofningur heitir. Þar mikið fugl eins og annars staðar í Breiðafjarðareyjum, rita, toppskarfur og lundi. Sjórinn samgönguæð eyjabúa og hér hafa bændur ávallt þurft að eiga góða báta og þekkja sjólag og siglingaleiðir milli skerja. Breiðafjarðareyjar voru stundum kallaðar forðabúr því hér margs konar hlunnindi, eggjatekja, fiskveiði, selur, hrogngelsi, fuglatekja, dúnn, söl og reki. Í Landnámu segir að Þrándur Mjóbeinn hafi sest að í Flatey og Hergils sonur hans í Hergilsey, sem nær Barðaströnd ásamt Sauðeyjum og öðrum Flateyjalöndum. Hergilsey einna kunnust vegna Gíslasögu Súrssonar, en öðlingurinn Ingjaldur Hergilsson leyndi honum friðlausum í eynni fyrir ofsóknarmönnum. Vaðsteinabjarg fagur Stuðlabergshamar syðst á eynni sem Stefán G. Stefánsson minnist á í kvæði sínu Hergilseyjarbóndann, en Álfakirkja heitir sérstakur klettur vestar á eynni. Hergilsey var í eyði öldum saman, en árið 1783 reisti Eggert Ólafsson þar bú af myndaskap og skömmu síðar bjuggu 60 manns í eynni. Byggð hélst í Hergilsey í 163 ár eða allt til ársins 1946 að hún fór í eyði.
Fegurð Breiðafjarðar rómuð og lífríki fjölbreytt, enda allur fjörðurinn innanverður á náttúruminjaskrá og margir staðir friðlýstir. Mergð eyjanna og fjallahringurinn umhverfis eiga sinn þátt í því einstaka andrúmi sem hér ríkir og hefur djúp áhrif á alla sem hingað koma.